Góðan daginn, þá erum við mætt aftur á æfingu. Ég heiti Björk frá Norður og við ætlum að byrja á því að hita upp. Förum hérna niður á 4 fætur og ætlum að fara hérna og taka snerta axlir. Spenni kviðin vel, hægt að gera þetta líka bara á hnjánum. Glæsilegt, svo förum við hérna upp og ætlum að snerta tær. Tegjum hérna milli og niður í planka á milli. Hérna, snerta tærnar. Glæsilegt. Að standa á fætur. Við höfum annan fótinn örlítið fyrir framan hinn. Við ætlum að fara með mjög hérna aftur á bak og réttum úr okkur. Það tegjið þið dálítið ekstra vel hérna á fremri fætinum. Og skiptum. Gert. Svo ætlum við að taka aðra umferð, förum niður á 4 fætur. Reyna að læsa mjöðminni, reyna að dilla rassinum sem minnst. Glæsilegt og svo snerta tær hérna. Planka á milli. Vel gert. Stöndum svo á fætur. Núna fótinn örlítið fyrir framan og erum að beint bak. Sendi mjöðminni eins langt aftur og ég get. Ég fóði góða teygju. Nú skiptum. Í dag ætlum við að taka styrktaræfingu. Við ætlum að taka hérna 3 sett. Við ætlum að gera réttstöðlyftur á öðrum fæti og dýfur. Þess vegna er ég með hérna kassa hérna hjá mér. Þið getur bara notað stól eða sófa eða hvað sem er. Við ætlum að standa í annan fótinn. Ef þið hafið jafnvægi til, ætlum við að lyfta svona aftari fætinum hérna. Svo rétt í alveg milli. Ef þið viljið, getið tilt tánni í gólfinu og bara teygt ykkur svona niður. Eða haldið í stól. Við ætlum að taka 6 á hvort fót. Þetta er rosa góð jafnvægisæfing og styrkir svona aftan á læri. Tökum einn viðbót. Margir finna mikið mun á hægri og vinstri. Við erum öll svona pínlítið skökk, eða svona flest öll. Það er mjög gott að gera svona æfingar á öðrum fæti eða annarri hendi. Þess að reyna að jafna þetta aðeins út. Glæsilegt, 6 og 6. Svo ætlum við að nota stólinn eða kassan. Við erum heima og taka dýfur niður hér, niður með rassinn og upp. Tökum 10 sinnum. Glæsilegt, 10. Tökum svo 2 setti viðbót af þessum 2 æfingum. Maður þarf að einbeita sig vel hérna til þess að halda þessu jafnvægi. Mjög góð æfing sem styrkir vel án þess að þurfa að vera með einhver lóð eða eitthvað svoleiðis. Og einu svona enn. Glæsilegt. Svo fyrir við í dýfurnar. Og 10. Vel gert. Eina umferð viðbót. Ég finnst búið gott að hafa hendina hérna eins út og við sem einhvern veginn ná að halda jafnvæginu betur. Inn í fótinn.
6, glæsilegt. Og svo síðasta, tökum dífunar. Og 10, vel gert. Glæsilegt. Næst svona aðeins meiri hraði. Við treystum ykkur til. Við ætlum að taka 2 æfingar, 3 umferðir líka. Við ætlum að taka afturstig og rétt á höndunum hérna. Við erum með aftur og bak. Þannig að þið fáið svona góða teygina framan á. Það taka 5 og 5 eða 10 hérna í röð. Fer svo strax niður á 4 fætur. Það í planka og ætla að spenna kviðinn og það með hné hérna fram. 10 sinnum. Þannig 10 og 10, 3 umferðir. Þið farið bara eins og rætt og þið treystið ykkur til, en þetta svona til þess að fá aðeins púlsinn svolítið upp. Við erum hér. Vel gert. Og svo hérna. Flott. Við erum að opna axlina vel. Og 10, glæsilegt. Flott, og einu fyrir viðbót. Þetta að reyna vel á axlirnar og lærin. Og síðasti. Vel gert. Glæsilegt. Þetta var bara ótrúlega þægilegt og gott. Í lokin ætlum við að teygja. Þannig að þið ætlum bara að fylgja mér. Fyrir hérna niður. Beygjum annan fótinn, setjum hann hérna að. Og ætlum bara að teygja okkur í hinn. Hérna ætlum ég að reyna að fá í fæfu og að teygja hérna undir nýjaspótuna og aftan í lærinu. Hérna ætlum ég bara að reyna að slaka á og njóta. Markmiðurinn samt að hníða hérna, ég fara niður í gólf og sjá hvað ég stíf hérna með minni. Greinilega það að bæta mig í teygjunum. Haldið svona 1 til 2 mínútur, takið alveg eins hinum megin. Bara takk hérlega fyrir æfinguna og bara njótið þess. Njótið dagsins.